Danni minn. Jó. Hjartanlega velkomin. Takk kærlega, það eru syndarseilir. Hvaða sötur. Vá, er þetta kollabauðlýsing? Já. Að svona svalandi. Já. Gefðu, af hverju, ég var til í dag. Hvað? Og þarna ég vera á samningi á kollab. Já. Og eitthvað svona vodka. Blanda því bara alltaf saman. Já. Kollab og 1-2 Það kom einhvern tímann rosa mikið umræðin að þetta með Red Bull og vodka. Það átti bara að vera að drepa úlinga. Það var að drepa úlinga. Þú veist, þegar ég náttúrulega fekk, sko, næstu ég þurfti að, þegar ég var að vinna hjá Red Bull í gamla daga, þá fór ég til Stockholm og við fórum á einhvern fund. Þetta var svona, þú veist, 5 daga aðtri hjá mér. Já. Og svo, við enduðum þessa 5 daga. Þetta var svona 5 daga svona námskeið, svona hópefli, allir Red Bull í Skandinavíu saman. Yay. Við rétt ímyndaði hvað mér leiðir illa. Allir ógeðslega tjúnaðar af koffíni. Já, einmitt. Svo förum við út að borða þetta kvöldi, svona loka kvöldi og það er eitthvað, þú veist, förum við fordrykk og auðvitað fordrykkunum vodka Red Bull. Já. Svo förum við eitthvað annað og það var vodka Red Bull. Og svona það fyndin ástæða til þess að drekka vodka Red Bull með öllu, með svona mismundi bragðtegundum af Red Bull. Já, einmitt. Þú veist, byrjum með venjulegum. Svo var svona vodka, eitthvað sítrónu, lala, eitthvað í desert. Svo með nöyt, við fórum að steikastað á vodka Red Bull með steikinni. Það er ekki í lagi. Svo fórum við út að djamma vodka Red Bull. Já. Heyru, ég endaði á því að fara upp á hótelherbergi svo bara mjög sent nóttina og þegar ég kem på hótelherbyggi þá finn ég fyrir svona brjáluðum hjartaslátta og ég byrja að telja þá held ég hafi úðað í mig sko 14 vodka Red Bull. Þú varst örugglega nær dauðan lífið á þessu eina kvöldi. Shit. Og ég þurfti að fara með svona möndru því ég var næstuði búin að fara niður á lobby og þetta var svona ABBA-hótel, þetta var svona stemningshótel. Já. Þú veist, þú fórst í liftina, þá kom bara So I say thank you for the music. Ég ekki hrifinn. Og ég var smá hrifinn. En þú veist, að því ég var í góðum mengi, en málið er, ég nefndi ekki að fara niður með hjartsláttartruflanir, niður í lobby og láta vita að ég væri að láta lífið af völdum vodka Red Bull með Björn eða hvað sem heita. Já, og sem hefði verið vondu auglýsing fyrir Red Bull, sko. En ég tók svona möndru og hugsaði, þetta er nokkur ár síðan, sko, ég hugsaði, Svenni, þú veit ekki eiturlyf mörg í gegnum meðvinna. Svenni, þú veist nákvæmlega að þú ert ekki að fara að láta vodka Red Bull drepa þig. Það er svo pirrandi, sko. Og það náði mér, sko. Þannig að ég hugsaði, sko, af öllu sem ég prófaði í gegnum ævina. Já. Allri synd sem ég gert. Það hefði verið ömurlegt að láta vodka Red Bull drepa mig í Stockholm í Svíþjóði á ABBA-hóteli. Og pældi þið sko lélegt svona PR fyrir Red Bull. Já, starfsmaður Red Bull lést. Já, út af ódrykkju Red Bull. Þegar þeir gæti ekki látið nautakjöti einu sinni sleppa á þess að fá sér sem er psychotic hegðun. En Collab, ef þið eru að hlusta, þá er eins og þið heyrið. Ég er ekki að vinna hjá Red Bull lengur, en hann að Collab. Já, 14 Collabar. 14 Collabar og Reykja. Og þú ert bara í toppmálum. Með steikinni. Ég á rosalega erfitt Bragð á Collab, sko. Það, finnur þið fiskibræð? Já, smá. En samt drekki ég þetta. Ég mis Collab mjög. Ég er alveg bara. Ég drekki þetta. Ég ákvað í fluginu. Þá hugsaði með mér að láta að láta kaffi vera. Og það er að því að kaffi stuðlar því að maður þarf að kúka oft á kaffi. Það er bara ekki koffín yfir höfuð. Nei, kaffi. Bara kaffi sjálf. Já. Þannig að að því ég nefndi ekki vera að því, þú veist, þarf þú ekki að kúka þegar þú fyrir kaffi? Leið. Já, einmitt. Sérstaklega svona fyrsta bolla og svona. Alveg. Einmitt. Þannig að ég er svona byrjar að láta af kaffidrykju og Collab er búin að koma í staðinn. Og fyrir viki að þá sko, ég þarf kaffi venjulegt á mótnana, alveg á mótnana því ég vakna, vel snemma. En yfir daginn, þá er ég að drekka svona 4-5 Collab. En þú líka að fljúa. Já. Ég get ímyndað mér að, þú veist, í ykkur svona... Mér finnst það geggja gott. Tímasóns, Já, pælingum. og mér finnst einhvern veginn bara, ég hlakka til, bara nú ætlum ég að fá mig Collab. Já. Seta bara klaka og gera svona kunstnir. Læmgarnir. Já. Vodka út í... Ef ég mætti þá já. Collab í viski er nýtt. Collab í viski, ég held að Collab í Jack. Gæti ekki. Ég hugsa með réttum bragðtegundum. Þessari hérna til dæmis. Já. Hérna erum við að vinna með Collab. Þið heyrir svo í okkur Collab. Þetta er ekki auglýsing. Þetta hérna erum við bláberi og rabba bara. Í eitt Jack með klökum. Þetta ætla ég að prófa næst ég kem heim til mín. Þetta geti virkað, sko. Einu sinni þá var ég í Hollandi 16 ára og keypti svona Jack
og kók nú þegar í dós. Búið að blanda það í dós. Já, þarna ég hrifin. Ég smakkaði líka og það var fínt. Ég keypti það í Hollandi. Já. Ég keypti það líka í Hollandi. Ég keypti það í Den Haag. Ég voru með lestinni. Ég keypti það í Maastricht. Já, auðvitað ekki rauð þar. Já, leiðilegasta bæ bara heimsins. En heyrðu, núna, þarna, við erum náttúrulega veður. Hér lifandi stemming. Það fundur á Efrihæðinni. Fundur á Efrihæðinni. Við ætlum nefnilega eftir að fá okkur drikk vikunar. Já, og við erum æsispendir. Yfir því, en já, og ég sko með þetta Jack og whisky, Jack og kók í dós, ég fann bara pjúra Jack Daniels bragð. Já, það náttúrulega það sem við viljum. Það var ekkert kókbragð. Nei, það auðvitað það sem við viljum. Já, þetta er bara svona útþynnt Jack. Já, ekkert það sem við drukkum ekki. Nei, ég drakk þetta, ég bara virkilega hrifin af því og þarna það þarf að fíla Jack, samt til þess að stunda. Það þarf alltaf að fíla Jack til þess að drakka Jack. Já, það vantaði venst. Ég gaf einhverjum íra á laugardaginn. Ég fór aðeins út á laugardaginn. Ok. Byrjum kannski bara á vikunni. Byrjum á vikunni. Þegar ég eftir síðasta þátt, þá fór ég til Bandaríkjanna. Já. Og þá var ég mjög skemmtilegri ferð með kollegum mínum og fór daldið vítt og breytt. Þú varst með teimið þarna með? Já, ég og vinkonum mínar sem voru saman á námskeiðinu. Já. Við ákvaðum að reyna að fá ferð saman. Bekkjaferð. Já. Árgangsferð. Árgangurinn. Og það var gaman í okkur. En við sko fyrsta lagi að vera með skemmtilegu fólki og hlæja ótrúlega mikið stemning. Já, þegar sko, það kemur hláturskast það svo geðveikt sko. Og ekki nógu algengt. Og þú veist, þegar fullari fólk að hlæja að prumpu brandara. Sem virkar alltaf fyrir mig allavega. Líka fyrir mig. Þá það að mynda sig stemning. Já. Sko, þú veist, og heyra fullarna konu prumpa inn í einhverju búð. Í einhverju galsa. Býtu, var hún bara prumpandi bara út um allan bæinn? Já, öll prumpandi. Bara prumpandi fólki. Bara almannafæri? Já. Ok, kemur þarna áhöfnin. Já. En allavega, ég fór á þennan mexikanska stað sem heitir La Esquinita. Hvar er hann? Þetta er nokkri staðir, við svo erum þarna New York. Já. Einn er í Soho og svo er einn þarna rétt hjá okkur og þetta er staður sem er í Midtown og er eiginlega bara einn betri tacostaður sem ég farið á. Samt í Midtown, sko. Midtown er nefnilega sko svæði í New York sem er ekki þekkt fyrir að vera með skemmtilega staði. Red Lobster bara. Já, áður hann að fór á hausinn. Já. En hann er svona aðeins inn í smá svona hlíðargötu þarna. Já. Þú veist, hann er ekki á Breiðgötunni. Nei. Eða Breiðgötunum við. Times Square. Ekki á Times Square. Nei. Og þar sem einn var einhvern tímann að mæla með einhverju rosa flottum stað og ég bara, hvað er hann? Times Square? Ég bara, nei. Já, hann er geggjar, hann heitir Red Lobster. Já, einmitt. Ég á borð fyrir 2. Já. Og bara let's go. Nú er verið að bora uppi. Nú er verið að bora, ég var að taka smá pása með að vera að bora. Pása með að bora og tjekkum líka kannski á drikk vikunar. Já, gera. Já, allavega, ég var hérna út í New York og það er sem ekkert meira ekkert mikið frásögu færenda, það er bara útrúlega gaman í okkur en máli það sem er líka eitt á en ég fer í mína helgi hér að ég orðin þarna fastakjastur á bar þarna. Var það þessi O'Donoghue's eða hvað sem að Bartleys, já. Sem þú varst komin hérna á séns með írska. Já, og ég er þarna með þessum kvinnum, þessum konum. Já. Prumpandi konum og svo þarna ég láti skjörna bara, það var leikt hjá mér þegar ég fór að leika leikin með en svo enda ég á því að ég þarna fer og þarna og við fyrir eitthvað annað, svo losaði mig við þær. Ok, og var það erfitt eða var það? Nei, það var ekkert erfitt, þeir voru bara alveg drull. Já. Og þær voru bara á einhverjum stað að þær fóru einhvern homma bara. Og ekki homminn sjálfur. En homminn sjálfur kíkti með, homminn sjálfur var fljótur að fara. Já. Og þetta var ekki alveg fyrir mig þarna. Nei. Mér finnst þú ekkert vera sérstaklega fyrir hommabari. Mér finnst það ekki gaman. Nei. Þú veist, ég get alveg dottið í stemningu, en svona oftar en ekki, það finnst mér frekar leiðilegt að vera inn á stað sem einhver gæi er í G-streng að dansa upp á barnum. Já. Og mér finnst það þvingandi stemning. Þetta er svona, ok, veist hvað ég tengi við? Já. Að vera, þú veist, eins og í Nashville, það voru allir í tónlist. Já. Og það langaði mig ekkert eitthvað ég vildi bara fara lengt með það að ég væri í tónlist. Þannig ég fyrir inn í skápin. Það er of típist, skilur við, eins og kannski samkynniði staður, sem dróð svona fyrirsjánlegt svona
Æ, fattaru, það er svona gert ráð fyrir svona einhverjum homma-feeling og þá bara... Já, og einhvern veginn ég þá einhvern veginn frúttast upp og vera ótrúlega ánægð með það. En það sem ég geri er að og taka fram, það var ekkert, þú veist, af því að þetta var vinnuferð. Þá vorum við, sko, það var ekkert fyllir í óregla, sko. Nei. Það var bara stemmari. Já. En það sem ég geri, ég fer aftur upp á hótel og ég fer aftur á írskappari. Þar er ég bestur. Bartleys. Seta mig gullkeði, kem aftur og kem með svona legendary setningu sem ég segi við barþjóðuna. Boys, I'm not with the ladies anymore. Give me brennivín. Og þeir voru ekki lengi til og þarna sat ég með þeim og spjallaði heilengi. Svo gaman. Þannig að ég kom með svona, þú veist, þetta er vini mínir. Þú veist, þetta er Connor, barþjóðuna. Já, Connor Ray. Já, Connor. Og hann er með svona rosalega mikinn írskan. Hérna var einhver maður blístrandi við stigann. Hver blístrar út í loft? Þrammandi upp, já, einmitt. Þú veist, hversu góðu skapi ertu? Last á kvísl á förnum vegi. Á blístr. Já, blístra, eða hvað heitir þetta, flauta. Já, vera svona... Já, þú veist, að því að þú ert einhver svona alveg ótrúlega, hann var að fá góð skilaboð að maður verið að pissa. Og þetta er svona líka bara ultimate svona grunnsamlega hegðun, eins og þetta fel eitthvað þetta... Er það? Þetta er annarkvort það, að þú veist, að það sé verið að bösta þig fyrir eitthvað og þú ert ekki svona, þú veist, eða að þú hefur verið að fá einhver svona brjálaðislega, þú veist, konan er bara í kvöld, ætlum við. Það er miðvikudagskvöld. Í kvöld er stóri miðvikudagur. Já, það er performance í kvöld. Í kvöld fer ég í hlýju sokkana og dregur fram eggið. Já, og litla kassan undir rúmi. Og þannig að hann hefur fengið skilaboð og blístrar þá upp. Það er nú alveg eðlilegt. Það er eina eðlilega í þessari stöðu. Og svona vikulega kynlífið. Sko, ég veit ekki sko hvort, er þetta ekki endastöð svolítið að skipuleika kynlífið? Kannski þarf maður það með börn? Ég held að þetta sé ekki en ég held að þetta gerist mjög fljótt í sambandi. Ég held að þetta gerist kannski með börn. Já. Ef þú ert ungt par í einhverju svona, þá veit ég held að sé ógeðislega mikið af ungu fólki sem að stundar svona leiðilegt kynlíf. Ég veist þú getur séð það bara á fólki. Já, og það er bara 3 í viku, eða mestalagi. Já, bara 3 í viku, það sé hátíð. Ég hugsaði 1 sinni í viku mestalagi og það er einhver svona súr laugadagur. Já. Þú veist, skelltu mér í blackout. Hvoru stemmingu. Og ég hugsa þetta sé oftar en ekki að fólk sem er ekki alveg að gera sig grein fyrir kynhneigð sinni, en er meira sko hugsa framan sinn en sko sína eigin kynhneigð og hvað standa þar. Og halda bara ekki, nú er ég búinn með, ég kláraði menntaskólan á 3 árum, ég kláraði háskólan líka hans undan, ég er eingöngu 23 ára og ég er á framabraut í einhverju greiningadeild hjá Arion banka. Hún komaði vel fyrir. Hún er komið vel fyrir þar og næsta skref er að finna mér hana herramann sem er í svona svipari stöðu og ég og svo kemur allt þitt og þá allt í henni fattar svo fattar ég kannski einhversa leiðina að hún sé lesbía til dæmis. Já, og seint. En hún ætla sem að bara ég þarf að fara í gegnum þetta ferlið. Já, eitthvað nokkuð börn. Þannig að hún er sér í mann sem er alveg bleiðilegur og mögulega í svipari pælingu. Mögulega líka, þú veist, ætti að vera meðlum í samtakinu 78. Já, allavega bæ. Já, minnst að kosta bæ. Og ég er einhvern veginn alveg sama á þetta sé 1 sinni í viku. Já. Hann hlakkar samt ógeðslega til og blístrar þá upp stigann einhverstaðar. En ekki hún kvíðir. Nei, hún er í kvíðakasti og þú hatar, þetta er tilbúið SMS. Já. Þetta var svona áætla 1 sinni í viku, myndu. Já, af því að hann kemur hérna með tippaostinn sinn, sko. Af hverju setur þið tippaostinn? Ég veist að hann sé bara snirtur og flottur. Það er það. Ég er bara að spáði, sko, hvað hann er stressuð fyrir og þá get ég ímyndað mér að það sé hérna lyktin af gráðostinum. Nei, en það er nú önnur saga. Stressuð bara fyrir tippinu. Já, yfir höfuð. Yfir höfuð, bara. Ég er stressuð yfir svona 2 pungum. Típist hann sé líka með risa tippi. Já, einmitt. Alveg, sko, og nýta það í ekkert. Já. Þannig að þú veist það er léleg nýting þar. Þannig ég hugsa, þannig erum við búin að greina þetta einhvern veginn. En fattar ég sér þetta ekki típuna fyrir. Það er fullt af, þú veist, ég satt daginn, þá fór ég á þarna á Eiríksson, Brasseri. Þinn staður. Minn staður. Og satt þar og var að fá mér 1 hvítinsglas og pasta, sem ég fíla að gera. Og þar var einhver svona, þú veist, þar var einhver svona greiningadeild í einhvers konar banka út að borða. Og voru búin á sínu 10 manna á borði, þetta var svona hádegi og þar held ég að við séum svona 8 svona konur af þessum 2 mönnum sem voru að það, þá held ég allar konundar að það voru svipaðar, þau voru allar aldrinum svona 25
til 35. Allt og ungar. Já, og svona algjörlega það voru svo, þú veist, ég sá bara á, sko, hvernig það eru löppuð. Já, bara draktinn. Það ekki, já, og ég sá bara á, ég sá bara á því, bara ég sá stífleikan á því hvernig það löppuðu og þarna var verið að, þarna, þú veist, vantar eitthvað upp á. Já, en þú erum búin að greina þetta. Já, en ég ætla að klára, en þú veist, þetta ekki depressing, þetta bara, this is the fact. Svo breytingarskeiðinu kemur hún úr skapnum. Nei, þá eru gaman. Já. Þú veist, þá eru líka, þá eru börnin komin, þessi þvinguðu börn. Orðin 18 plus. Já, og hún einhvern veginn ákveður að hætta að hugsa þau, kaupa sér vespu og verðir hérna fremst í flokki á Gaypride-göngunni þegar lessuðunar á vespólum eru hérna fremstar. Og fær sér strákaklippingu. Jú. Já, fær sér strákaklippingu. Fyrir að lifa lífinu og svo bara, þú veist, fitnar svona 20 kíló. Já. En bara ógeðslega ánægð með það. Ég fíla þetta. Já. Talandi konur, UN Women er búin að vera að hringja í mig stanslust. Það eru að hringja núna að stelpurnar. Svaraði? Ég þúi því. Okay. Eða... Nei, það er verið að biðja mig. Það er bara að biðja pening. Þú ætlar ekkert að... Styrkja UN Women? Já. Akkur ekki? Þannig að ég styrkja ekki neitt. Styrkjur ekki neitt? Ég er aldrei búin að vera með stöðu laun bara í meira en sko 8 mánuði bara sem ég fætt. Ég er með alltaf tvent sem ég styrkja. Já. Svo breyti ég rótar ég. Já. Hvað ertu að styrkja? Núna? Já. Núna er ég að styrkja Bergið. Ok. Og Amnesty. Býttu Amnesty, já, eða ekki hérna krakkarnir eða eitthvað svona, eða var það? Já, það er svona verið að sjá að mannrétt, þú veist, Amnesty International er að huga mannréttindum. Einmitt. Sko, næst og sem verið að brjóta á mannréttindi fólks. Já, við viljum það ekki. Nei. Sko, næst þegar ég er á sko föstum launum í meira en 8 mánuði, þá er ég til í að bæta inn. Þá hringir í UN Women, þá svarar þú þessu símtali. Já, og segi, hvað vil ég mikið? Bara nefni tölu. Já. Nei, ég veit ekki, ég hef alltaf verið lélegur í þessu. Félagi minn lenti einu svona illa í þessu, sko. Við vorum að vinna saman á Slipparnum. Og hann er svo meðvirkur, þessi elska, að hann sagði já við öllu. Já. Svo var hann bara kominn á kúpuna, átti ekki krónu. Var þetta ekki bara ég? Ég hef lenti í þessu. Þú líka? Já. Það kemur svo sem ekki ofar. En já, og það þurfti bara að liggja við að setjast niður með honum. Finnur? Já. Já. Og það þurfti bara, hann þurfti bara að taka svona erfiðan eftirmiddag. Já. þar sem að hann hringdi bara út í allt sem hann var að borga mánaðarlega, sem voru bara, ég veit ekki hversu mörg, og bara, heyrðu, ég þarf að hætta að borga þetta, og þú veist, og hann var stressaður yfir þessu í svona mánuð og undan, og þetta var bara, þú veist, hryllingur. Hvernig losnaði þú? Ég gerði það þannig að ég semst fattaði að heyrðu, drikkuvikunum komið að fyrstur, svo ætla að fara þess yfir áfram með að hvernig kemur undan svona. Við erum með drikkvikunar í boði veður og þetta er svona martini. Þú veist hvað þetta er? Já, ég var svona töluvert drikkin því smakkan á laugardag síðasta, en þú veist, þetta er martini. Við ætlum að leifa bara samkvæmt að fara í þetta. Að kynna. Þetta er tvistið okkar á martini og við fengum semst frá Marberg Malbek. Malbek, við vorum með Marberg síðast. Já, nú, þetta nafnablinda mín og þú veist, en allavega, þeir semst tóku stát og eimöðan og gerðu semst vín sem heitir Sjús. Já. Og við vorum að reyna að gera eitthvað góðan drykk. Og Sjús er svolítið sætur. Það er svona pínu tiramisu eða svona. Og okkur fannst bragðið alltaf tínast, þannig að við ákveðum að gera martini og gera bara dirty martini, nema sweet dirty martini. Þannig að það er semst vodka í þessu og sjús og svo er smá salt og svona safi af ólífum, ólífa og svo ólífólía. Vá, hvað er hrifin? Þetta er bara sweet dirty martini. Nei, þetta er bara sweet dirty martini. Já. Takk kærlega fyrir og ángríns, allt sem þú sagðir er uppáhalds. Ég elska ólífólíu í kokteilum, ég elska salt í kokteilum og ég elska svona dirty martinia og nú klúður bara að drekka þetta drikkvikunar í þessu fallega glasi. Herri, já, mynd, góð mynd. Það er pínu eftir þetta drikku fyrir þá sem að þú er ekki of sætt. Yes.
Eftir þetta drikkur alkoholistans. Já, þarna erum við að tengja í öll box fyrir Svenna. Var það skota okkur? Djúvill þetta fallegt. Sko, ef það eitthvað sem að mun standans tímastönd að eilífi, þá það ólífa í Martini. Ef þú vilt vera class A á Hotel Bar. Já, ég sammála. Þetta skál Svanhvít mín fyrir þér. Skál fyrir þér. Takk, elskan. Skál Danni. Ég drekk hann í 2, kannski 1. Vá, hann er góður. Hann er svo fín. Vá, hann er góður. Það er svo gott í gangi hérna. Svanhvít í alvöru, þú ert verðlauna. Þessi er geggjaður. Þessi fyrir keppni. Einhvern tímann. Sweet Dirty Martini. Og þannig hérna drekk ég á laugardaginn. Og þarna, ég fer hans út í það setna. Hann er svo geggjör. Ég ætti að fara í gimmið. Klukkan er 2 dag. Klukkan er 2 dag og ég ætti að fara í gimmið. Það er ekki, Martini klukkan 2 dag er alveg freka fyndið, sko. Ég er búinn með hann. Kláraðar hann? Svenni. En vá, hvað þetta er gott. Já, mér langaði bara að klára hann. Hann er að fara hratt hjá mér. Já, hótel og þetta, vá. Hótelbarinn, stemming, kannski höstla. Herri, ég ætla rétt að klára þetta með, þegar ég fattaði að ég væri með þarna svona mikið, þá var ég eitthvað að fara í gegnum. Já, þarna styrtar svona. Já, það var ég, þú veist, það var komið svona tímabil í lífi okkar, það sem er af og til að hærri launum, af og til að læri. Fyrir svona eftir verkefnum og hvað maður er að gera. Og einhver tíman var ég á því tímabilin sem ég var bara á frekar brjálæðislega góðum launum. Og Nei, það var það, ég held að það hefði verið bara Slippari var að borga ágætlega. Þeir borguðu Slippari var að borga mjög vel. Og svo bara flugmiðar bara ákipis. Já, einhvern veginn bara, þú veist, en Slippari borgaði ótrúlega vel og ég var bara launalega að sé, held ég hefði sjaldan verið af góður. Já. Svo er eitthvað svona fleiri tímbil í gegnum þetta baratrið sem ég var líka með maður var að vinna bara eins og brjálæði. Það var alveg það. Og maður borðaði á staðinu sem maður var að vinna alltaf. Að þegar maður var að vinna alltaf maður jammaði bara einhvern veginn eftir vakt þannig að ég held einhvern veginn að spara og svona alltaf var maður náttúrulega þú veist, bara ekki að borga mikla leigu heldur, það var miklu læra það var allt miklu læra og að því sögðu, þá mann ég og vegna þess að ég var alltaf svo töluvert drukkin að það mann ég, það var alltaf verið að ringi í mann og verið eitthvað svona, halló, eitthvað, ég er að ringja hérna vegum foreldrafélags Garðabæjar mætti bjóða þér að styrkja okkur. Og ég sagði bara alltaf já, ég var bara ekkert mál, bara látið þið draga. Já, bara mánaðarlega. Bara með einstamálið, svo bara má byrja þetta, ekkert mál þetta. Sjálfvirkri. Svo skoða ég bara í sjálfvirkri, góðri. Svo skoða ég bara einhvern veginn og ég bara, shit, ég er að bara 40 skall að mánu. Minn góður. Ég er ymsa, bara 5.000 skall þarna, 5.000 skall hér. Foreldrafélag Garðabæjar. Ég hugsa nú, ég hef ekki verið að borga foreldrafélag Garðabæjar, en það hefði verið ógeðslega gott. Og þannig að ég 10.000 kall að mánu. Já. Svenni bara leggjum. Þetta var eitthvað svona ímishjálpar hér og þangað. Og safnast fljótt saman. Safnast, uppsafnast. Fljótt kemur þegar safnast saman. Eða hvernig maður segir það. Og þá þarna, ég ætla að fatta að ég sem borgar svona mikið pening og ég er bara, ég get ekkert verið að, þetta er kannski aðeins farið að líða á hálaunatímbili. Já. Komur einhvers konar annað launatímbil. Og það sem ég var aðeins leiri launum og ég hef ekkert efnað þessu. Nei. Þá náttúrulega vandast málið. Hvernig á maður að hafna og þetta símtal eða þú veist, verið eitthvað og finna númerið bara já, en ég ætla að fatta það ég get bara sendið e-mail þannig ég sendi bara fjöldapost hvernig datt mann það ekki? Bara, þú veist, set bara eitt post og svo sendi ég bara hópin BCC já, og sendi þar og segði bara, heyri, ég ætla bara að velja alltaf einhvað tvent sem ég styrki já svo get ég skipt út bara af því. Svo held ég hafa aldrei skiptið út, ég held ég borgi alltaf í þetta tvenn sko. Já, ég meina en ég var líka einu svona með bann. Já, í Afríku eitthvað svona. Já. Ég fikk senda eitthvað svona mynd og eitthvað því. Hvað heitir hann? Og þeir eru snófið af mig. Er þið ekkert að halda bandi? Nei, ég held ekki neinu sambandi, en ég fikk mynd af því. Já, á krakkanum. Já, þá var ég eitthvað, þú veist, bjóði og lauf og svegi með einhverju svona kommunum með einhverju fólki. Já, byrjar að eignast börn út í heim. Byrjar að eignast Afríkubörn og þannig að ég sem sagt átti Afríkubörn hér og þar en ég allavega ég mæli með ef þið ok, góður endur allavega, ég átti Afríkubörn allt í öllum löndunum elsku, já þannig ég mæli bara með að velja þá bara tvenn og ef þið vandræði með þetta fatti þessi
ganga aðeins fram úr sjálfum ykkur að vera þarna með einhvers konar svona atriði að styrkja ímsa, senda bara e-mail. Senda e-mail, hope mail. Já, bara komið sæl. Já, bara komið þið sæl. Svo bara MBK með bestu kveðju. Já, Sven Runar. Heyrðu, en allavega, ég kom hérna á laugardaginn. Já. Þannig að New York ferðin, þetta var frábær og við vorum í stuði og annað, en þarna ég hitti minni Íra þar og djöfull hlakkaði til að hitta aftur. Já. Þetta mínir menn. Þetta úrslega cool að eiga svona vini. Ég bara Sven frá Æsland, ég mæti það inn og þeir eru bara tilbúnir með snafsglassið og brennivín. Við förum beint þangað. Já, pöntuðu meira að brennivín. Já, þannig að þeir eru bara að kaupa brensa. Já. En ég er náttúrulega ég er búin að klára þessa flösku. Ég er svo eini sem að kaupa það. Já, þannig að þeir eru að panta nýja fyrir Sven. Já. Þannig að það fyrst mér aldrei aðdáðanverð. En frábær ferð og ég einhvern veginn svona, í þessari ferð þá svona uppgötu allir New York aftur og eru svona smá in love again, sem er gaman. Já, ég elska. Þetta er Love and Hate Relationship sem maður á. Já, sko, ef þú ferð oft kannski, eins og þú, náttúrulega flýgur þarna heldur oft. En sko, ég alltaf þegar ég mæti, ég er svo game, mér finnst þetta geggja. Mér langar að eyða meiri tíma að það. Sko, fara eitthvað Lower East Side eitthvað, gista þar eitthvað bara nálagt þarna Little Italy og þú veist, mér finnst það alveg geðveikt og ég geti alveg búið. Ég hugsa ég geti alveg verið í New York með þér, að dunda mér í New York með þér. Já, farið bútík. Þú ert svona, þú stundari. Ég get dunda, sko það er líka svo fínt með tónlistinni. Af því að þú veist, eins og þú veist, við spiluðum hann einhvern veginn fyrir ári og þú veist, maður mætir kvöld, strax í chill, daginn eftir, þá þarf maður kannski að drepa tíman til klukkan 5 dag og maður er alltaf í Bandaríkjunum, fyrsta morgunin vaknaði svona 6 morgun, í besta lagi. Þannig að þú veist, þá tekur við að drepa daginn, bara hvað er að gera í dag og ég er alveg meira prófið í því, sko. Já, bara, þú ert mjög góður. Svona kaffihús, finna ykkur næs að éta, fara á einhver svæði, smá sightseeing, smá vesla og bara svona fíla. Það er, já, ég dyrka þessa borg. Já, ég fylgði botn. En svo kom ég heim og ég ákvaða að sofa og veistu hvað ég gerði? Ég kom heim, ég kom heim á laugardagsmorgni, stemma, og ég held mér eitthvað vakandi og fyrir eitthvað í símann að tjatta og ég er ekkert sofnað bara að finna háti á laugardegi. Já, ok, shit. Þannig ég er að sofna háti á laugardegi. Stórhættulegt. Heyrðu, hvað gerist? Þannig að það byrja að dimma svo mikið. Þannig að þegar ég vakna 6:30, þá er bara aldrei. Það er ekki gott. Það var kannast við þessi tilfinning. Já. Þetta er ógeðslega tilfinning. En hún er verri eftir djam. Já, en ég fekk smá eins og ég hefði verið að djam. Já. Fattur. Og svona oflangt djam. Þú veist, ég var smá jetlag á því og einmitt svona oflangt jam eftir partí og en málið því ég vaknaði ég bara shit, ég sagði ok, það er komið nótt svo líti ég bara, nei, hún er bara 6:30 og ég bara gati ekkert annað gert en að fara bara út til þess að láta mig bara líða hans betur. Já, og ég meina, þetta er eins og segja, þetta er fucking bummer að vakna svona inn í myrkrið. Það er mjög óþægilegt, þannig ég drýmur bara í sturtu fer bara, gerir mig til sætan setja mig ylvatn og fór aðeins út bara hitti vin og vandamenn og kom meðalans við hér. Þetta var á laugardaginn, já. Þetta var á laugardaginn. Einmitt, kemur hingað. Og það var brjálu stemning í miðbænum. Er það? Já. Það var FM Belfast. FM Belfast voru að spila. Það verðist vera eins og það hefði verið smá svona eins og guðskuðstemning. Það var svona miðaldra væp. Já. Af fólki svona 35 pluss. Mjög þá snemmmiðaldra þar. Já. Og þannig er svona prímiðaldra smá. Ég rétt svo náði FM Belfast aldurslega. Já. Og það var eitthvað svona væp í bænum að þegar allir koma á þessum tónleikum, ég veit ekki alveg hvað Austurberg er að taka marga í hús sko. Þetta er svolítið stórt sko. Þetta er frekar stórt, eða ekki. Já. Og það var eins og þú veist, liðið sem var á þessum tónleikum, eins og ég kíkti hingað á veður, geggjur stemning, brjála að gera, en það var smá orka hérna í bænum bara, yfir höfuð, veður og annars staðar, af einhverju liðið sem var nýkomið úr einhverju svona brjálaðri stemningu. Og svona mega einhverju orku, einhverju svona konfetti orku. Já, og konfetti orka er geggjaðar. Já, sem er erfið orka, sko. Ömuleg orka. Og allir einhvern veginn koma og þá myndast einhvern svona væpi hérna. Mér leiði smá eins og allir væri á kókaín. Já, örugglega einhverjir. Ég hugsa nú einhverju hafi verið það. En hinir... Og það er alltaf lagi með það, hinir á konfetti orku. Já, sem er eiginlega verri en kókaín orku. Já, af því hún er bara eitthvað svona geðróf. Já. Eitthvað svona, Tjama! Já. Paravíón I don't wanna go to sleep either en sko
fyndi mér svo tónleika af því að sko, núna á ég nokkra Þú fattar hvað ég meina. Ég fattar nákvæmlega hvað ég meinar og ég sá þetta bara story á hana. Og ég var líka vegna þess að ég var svo nývaknað, eða þú veist, ég var svo þú varst bara henni komið fram ég var svo berskjaldaður fyrir þessu. Taugakerfið var bara ekki í lagi og ég var bara svona einhvern veginn mér fannst allt óþægilegt og ég bara ímyndi þetta fólk bara MDMA. Já. Sem líka einhverjir hafa örugglega verið líka. Einhverjum sveppum og það hefur verið einhver svona blanda af einhver svona þessu, en konfettiorkan er vestorkan. Það hefur verið næturpössun og beint í konfetti. Já. En svo núna á ég fullt af vinum eins og sko verður held ég þema hjá mér svolítið í haust og vetur. Og það er sko sögur af skilnaðarvinum mínum. Þetta eru skilnaðarferlið. Og það eru nokkrir sko, í þessu og nokkrar. Og það var ein sem er komin á smitten, eins og við rættum daginn. Og hún var sko búin að mattsa við gaur sem heitir Jordan. Jordan? Hann var 2 metrar. Ok, eðlilega. Jordan, 2 metrar. Hann var svona dökkur. Já, heldökkur. Já. Ok, hvað bíu? Hella massaður. Frísatipi. Það stefnir allt í það, sko. Já. Og hún var búin að, það var búið að vera faraldur í litlum, þannig að þetta var mjög kærkomið. Þetta var svo sem var með litla faraldurinn. Já, mitt, allt í lagi. Og hún eitthvað svona, maður þarf að heyra í þessum eitthvað. Og hún eitthvað... Hvað er Jordan að spila körfubolti hérna í Íslandi? Við getum gefið okkur það. En svo var hún eitthvað, shit, ég þarf að heyra í honum eitthvað. Já, á laugardaginn, ég er að fara í FM Belfast. Já. Og ég sagði við hana, þú ert ekki að fara að bjóða þessu manni. Býður ekki Jordan. Á FM Belfast. Með einhvern lágustum Íslendingum. Já, og sko núna... Í konfetti orku. Og núna sko notaði ég þetta ekki oft og ég er ekki einu sem hrifin að því þegar svona hlutir þú sagðir. Nei. En mjög hvít orka yfir FM Belfast. Ok. Þú vilt meina það? Ég held að þú Þú meina að sé ekki eina svartu maður sem myndi fíla það að vera FM Belfast? Nei, ég held ekki. Ok, þú ætlar að gefa það? Ég ætla að gefa það. Okay. Prove me wrong. Hringið inn, skilur við. En hún ákvaða að bjóða honum ekki. En erum við að tala, þú veist, tökum það með ef að Jordan væri bara alinn upp á Íslandi. Það var annað, en þá væri hann alltaf með hvítu orku í sér. Þá er það annað, já. Þá er hann alinn upp í hvítu svona umhverfi. Freku hvítu. Freku hvítu konfetti umhverfi. Bara að para afjón. En ég fatt að koma meinar. Þetta er rétt, þegar þú segir það. Þetta er svolítið svona... Þetta er hvít orka. Þetta er miðaldra hvít. Í dag. Já, og Jordan sem er bara að spila körfubolta með Njarðvík. Já. Nýkomin einhvers staðar frá. Já, og þú veist. Já, bara kannski var styrkjan hérna áður fyrir. En sko, þá tekur hann ekki á FM Belfast í fyrsta date, sko. Nei, kannski var ég að styrkja náður. Afríku. Já, kannski var þetta barnið mitt. Já. Ég skil hvað meinar. Ég veit ekki viss hvað ég ætla að segja þetta. Nei, alltaf leið. Það er komið. Ok, allavega Jordan hann, en fór hún þá ekki með honum? Nei. En hitt hann eftir á? Já, mögulega. Ég hugsa að hitta 2 metra Jordan eftir í FM Belfast orkunni. Ég hugsa að maður geti allt. Já, maður getur alveg hillað svona. Þá höndlar þetta big guy. Og sko, getur þú ímyndað þér hvað fyrirverandi er þið lítill í sér ef að þessi kæmi næsta fjölskyldubúa. Eða skilur við mig, hann var svo massaður, sko. 2 metrar, Jordan. Þú veist. Hún getur tekið með í hvaða Íslandsbúð sem er. Já. Og við allir erum litlir í okkur. Já, og það er draumurinn minn, að hún hendi þetta, sko. En eins og ég segi, það er mikið af sko skilnað. Það var önnur sem að lendi í svo fyndum daginn sem ég langaði hans að fara út í. Fór hann ekki á FM Belfast? Þessi fór FM, en þetta er önnur sem að fór daginn heim með Gauri heim. Á virku, by the way, ég held að skilnaðarfólki sé svolítið að vinna með virka dag. Þetta eru miðvikudagur og fimmtudagur. Já, klárlega. Svona aðalega. 100%. Þegar börnin eru þarna, þú veist, er þetta áður en við fara með í barnahelgina? Já, þeir eru búin að vera sko heila viku með börnin. Já, þau eru að klára. Skila þeim á mánudegi. Og þú veist, og þá eru þau svo gröði að fara út og þau kannski endast á miðvikudag. Já. Svo þeim glimti því. Já. En hann hún var hérna og fór heim með svona gaur og hann var svona mikið að taka kókaín, sko. Ok, það er nú ekkert heillandi. Nei. Fyrsta deiti. Ekki beint. Nei. En og líka virkum degi. Það er red flag, sko. Það er. Þetta var, ég var bara. Við erum á rauðaflagginu þar. Þetta er eldrautt flagg, sko. Bara burt með þetta. Út með þennan mann. En hún var svona, þú veist, að vera bara... Það var hann mjög frjáls með þetta bara. Þú veist, var hann bara eitthvað... Já, það var eftirpartí. Það var eftirpartí. Eftir klukkan 1. Þetta var skilnaða fólki eftirpartí. Já.
það líka orka sem ég myndi ekki meika. Það líka svona konfetti orka. Í gegnum kókain. Í gegnum kókain, já. Þá annarkvort fyrir FM Belfast í konfetti eða tekur bara kók og fyrir beint þangað. Eða skilur við makaðinn og farið kókain og fyrir þangað. Nú ekki að segja hún hafi verið að því. Nei, hún þetta gerði ekki. Það kom fram. Þannig að skynsum stelpa en til ég að prófa svona að upplifa hluti. En þau fara þarna saman eftir partí. Og svo þarna smá svona flört og svo endar á því allir hinni fara. Var heimið á gæðinu. Svo session. Svo tekið kynlíf session. Ok. Þarna var búið heilt kvöld að jammi, mikill feelingur. Þau eru að sofa saman. Og hann fyrir að rimma hana. Þarna kókain að tala. Já. Þarna þannig, á virkum degi, eftir eitthvað jam, að taka fyrsta giggið með mannsku sem við aldrei hitt, þú rimma, það engin nema út úr kókað fjess sem til í þetta og fyrir snið. Og þetta geti tengt frá minni fyrir tíð að hafa notað kókain. Já, þetta bara... Þú ert alveg til í rim. Þú ert búin að fá þér nokkra línur í nefið. Ég get bara þetta, ég er staðið fyrir það. Og þú ert ekki með... Að minni fyrir tíð að hafa notað þetta eiturlyf, þá getur sagt þið það að þú ert til í þetta. Og þú ert ekki að, þú ert að treysta að hreinlæti sé í lagi. Nei, ég er alveg saman. Dómgrindin algjörlega þannig farinn. Þú ert bara til í að... Ég geti dregið niður mann, hypothetically, ef við tökum dæmi, að ég væri ennþá að úði í mig. The white dust. Já. Að þá þarna ég alveg, þú veist, á einhverju tímpunkti, þú veist, við erum að tala um svona árin 2014-15, til dæmis, ég hefði alveg geta verið í einhverju almenningssalerni og verið bara, boys, allir niður og bara út með, en í alvöru, þannig að... En ef þú finnur bragðið einhverjum... Þú ert náttúrulega bara að lama þig bragðið, þú veist, bara tungan. Þetta með því sjúk... En leyfði hún? Já. Auðvitað gerum það? Já, hún bara í prófa og bara nýskili. Ok, var hann ekki hrifin? Jú. Svona hrifin. Ég finnst þetta ógeðslega fyndið. En málið þetta er svo mikið kókain atriði. Þú veist, það er engin, ef þessi maður, ég skal lofa þér því að þessi maður, hann myndi aldrei gera þetta. Nei. Bara... Þannig að þetta benefit á hún. Já, frekk að prófa. The white powder. Ekki the power, heldur the powder. Fyrsta rim, Fyrsta rim og hún var hrifin. Hún var hrifin áfram gag. Þannig að hún gæti alveg hitt hennar mann svona af og til bara. Og liti alveg fram að því að hann væri að úði í sig eitilum til þess að geta gengið eitt gott rim. Fyrir gott session. Fyrir eitt gott rim. Ég meina, who cares, why not? Ég meina, þó hún sé á kóki, bara við tökum því. Já, hún ekki að fara að gifta. Hann er ófeimin. Og til í tuski. En sko, djúvel vona ég að hún hafi, þú veist, verið... Vákomis að fyndi. Búin að fara í sturtu fyrir daginn, góða skrúpsturtu. Já. Og jafnvel ekki búin að kúka síðan þá. Þetta verið sagða bara gengið ágætlega. En ef þú hugsaður það, sko, að taka eitt rim eftir jam. Þú veist, hvort sem að fólk sé búið að fá sér the white powder, ekki power, heldur powder. Já, það var hreinu. Og sé þá til í þetta, sko, ef þú hugsaður það, sko, að fara að vaða þarna á þessa endastöð sem rassinn er. Já. Að fara að vaða það, hvort sem að sé einhvað tipp í rass eða tunga í rass, í lok kvölds á jammi. Eftir eftirpartí, að skiluru, þú veist, þarna, við getum alveg gefa okkur það, þú veist, þetta er búið að ganga á ýmsu yfir kvöldi, þú veist, þú ert að úða einhverju drikkjum og þú ert að gera eitthvað lala, þú veist, það laumiprumpa allir. Og leiður komin í glas, þá ert að laumiprumpa meira, þú ert eiginlega, þú ert að... Þú lætur, hann slagast hringuðin. Já, og þú veist bara til, þú veist, það er svona mildari stemning niðri. Þess vegna er prumpulykt á öllum börum í Reykjavík, þú veist. Þannig að einhvern veginn, sko, ég get alveg gefið mér það að ég hugsa að, og þarna sannast að þessi maður hefði aldrei gert þetta ef hann hefði verið. Ef þetta hefði verið stefnumót á veiti? Nei, bara ef þetta hefði verið bara, þú veist, ef hann hefði ekki verið búin að fá sér kókain. Já, ég gefa okkur það. En ég gefa líka alveg gefa okkur það, þrátt fyrir að, þú veist, að hreinlæti og þessi, gefum okkur það, þessi stelpa eða kona sé, þú veist, frekar hreinlæti sé í fyrirrúmi, þá ertu, þú veist, það er eitthvað, þú veist, hann er ekki 100% þetta niðri.
Nei, ég veit ekki, sko. En, þú ert búin að fara að pissa og prumpa með því og þú veist, þetta bara það fullt í gangi þetta niður. Ég kýs ekki oftast að fara heim í einhverju vonlega stend. Já, eftir djam. Ef maður fyrir vonlega stend eftir djam, þá hef ég gegn tíðin aldrei kosið að fara eitthvað beint í þetta partí, sko. Nema þá að the white powder með D hafi það verið þessu. Það hefur maður gert ýmislegt. Það meðal að rimma. En sko, málið að ég held að performancein hjá þessum manni, hún talaði þannig að hann hefði verið bara geðveikur í þessu sessjóni. Ég ánægður með það. Út af, þá kókaín kannski orðið einhvers konar svona eins og sterar í ræktinni. Svo eru sumir sem að geta ekki stundum kynlíf. Já, limtik. Já. Þannig að hún var heppin þarna. Já, það tókist nokkar tilhörinu að koma í gang. Það er kókaín. Já. Það fer ekki oft vel í. En þetta var alltaf fínt sessjón hjá henni. Smittin að gefa, sko. Ég er að skoða hjá, ég fekk að skoða daginn hjá annari. Faraldurinn, sko. Skilnaði faraldurinn. Og hún var með 800 og eitthvað gauðra sem voru búinir að læka. Sem eru til í skvís. Já, því hún er með eitthvað svona gold eða eitthvað svona. Þannig hún sér, skilur, hver er búin að... Er þetta 800 Íslendingar? Þú veist, er þetta 800 manns á Íslandi? Já, í rauninni. Shit. Og svo sko, en svo er þetta svo lítill heimur, það var ein vinkona mín á bróður, nýskilinn, og hann fór í strákaferð, og þeir voru hérna saman, eitthvað, þú veist, að slettu klaufunum, einhvers þar í Evrópu, og eitt kvöldi þá eru þeir eitthvað, komnir heim á hótel, smá eftirparti á einu herberginu, og fara eitthvað svona, það er allir á lausu hérna eitthvað, og fara eitthvað svona á smitten og fara að bera saman bækur. Kemur í ljós að þeir voru bara allir að tala við allar sömu gælurnar. Já, var þetta úti eða? Nei, sko, þú veist, þeir bara föttuðu þetta, skilur ykkur djamferð, sko, saman, en þú veist, smittennið var heima á Íslandi. Já, ég fatt það. Lítill markaður líka. Þá voru þið bara allir, ég held að þeir hafi allir verið að tala, kannski 4. Við eina sömu gæluna. Þetta lítill markaður. Og þeir fóru að bera saman og þetta ég meina, þú veist, þetta bara sama umræð. Ég meina, á einhver stelpa á hún bara einangur sem við eitt gæja, bara þannig á smitten. Nei. Nei, nú er ég bara að tala við eitt gæja hér. Já. Þetta er bara lítill markaður. Auðvitað. Ég veit ekki hvernig homma þeir eru. Já, ég veit, ennþá minni markaður í rauninni. En sko, ég veist ekkert að þessu, en mér finnst það svona skemmtileg. Var það einhver afbrýðisamur að það? Sko, ég held að það fyrir eitt sem var bara að tala með hana mjög lengi. Það var eitthvað svona alveg að fara vonast eftir að deyti. Alveg, sko, jafnvel bara búin að finna ástina. Svo kannski eitt sem var nýbyrjar að tala við hana, skilur, sem að skýt sama. Bara alltaf gerast. En sko, þeir skora sem þóra, skilur. Hann hefur verið bara eitthvað, hey, baby, kondi snúning, skilur, eða eitthvað. Og meðan hinn hefur verið svona, þú veist, hvað finnst þið gaman að gera á haustkvöldi, skilur, þú veist, þannig að þannig að mikla tilfinningar í þessu. Já, þetta gaman. En eins og segja, þetta er sér litli markaður, en 800 og eitthvað, það er allt í gangi á smitt. Og sko, mér finnst gaman að fylgjast með þessu. Þú hefur ekkert verið á smittin? Ég hef aldrei farið á smittin, nei. Ég prófaði eins og Tinder og, þú veist, það var bara enginn á Tinder. Þannig að, þú veist, ég eitthvað svæpaði og svo kom einhver gæl eitthvað hæ og ég eitthvað, en ég get þetta ekki. Ég get ekki verið að spjalla og sko þóst vera sama, verið, þú veist, ég er bara lélegur í skriflegu máli, þú veist, og ég bara hef kynst öllum mínum kærustum á förnum vegi, sko. Já, þú hefur ennþá þann sjarm í þér. En ég er ekki yfir það hafinn og ég myndi pottitt prófa smitten ef að ég væri komin í eitthvað einhlift dæmi aftur, sko. Alveg garanterað. Það finnst mér smart, maður. Já, þetta er nefnilega eins og segja, lítill markaður, en svo var ég daginn með þessari vinkonu á smitten og hún var að spyrja svona hvað ég segja. Og ég sagði bara, ertu að leitast eftir bara einhverju kynlífi eða einhverju sambandstæmi? Hún er eitthvað kynlífi og ég sagði, segðu það bara. Já, ég veist, það, sko, þarna á að taka homana til fyrirmyndar. Já, algjörlega. Það er bara að ganga bara hindi vers. Hún gerði það. Sendu bara eina góða mynd. Hún gerði þetta og gæinn bara, jópp, hvað er innstað? Eða þú veist, hvað er snappið eða whatever. Þú veist, hann var bara, let's go. Og að heyra svona frá stelpu. Þú veist, ég pældi því og ég var bara, þú veist, og hittastu þið það? Já, ég er ekki eftir að fylgja þessu eftir, sko, en ég var bara, þú veist, pældi, bara ég var hann að minna á þetta, því hún var við suma gæjana var hún getur hann að tipla á tannum og vildi ekki skemma. Ég var bara... En skemma hvað þá? Ég er að segja bara, þú veist, segðu þið bara, þú getur sagt hvaða mann sem er búin að mattsa þig.
ég til í tuskið og gæja myndi vera let's go. Þetta ekki flókið fyrir stelpur, sko. Ef ég myndi segja þetta, glimtu dæminu, skiljanlega, nema kannski af og til. Nemo myndi lenda á skvísu eins og þessari. 15. hvert skipti. Þá myndi kannski ekki gæla að vera bara, let's go. Svo hata konu tippamyndir. Já. Það eitthvað sem við homáti skiljum ekki. Nei, ég meina. Við erum hrifnir. Og gælur fíla tippi, þannig að why not? En svo þekki ég suma stelpur sem eru sko, sem eru alveg ramgakinnar og elska að stunda kynlíf og annað með mönnum, en finnst tippi ekki falleg? Það er hérna breytingarskeiðslessan mætt, sko. Það já. Bara hérna. Þetta hagfræði og greiningadildin. Þetta Arion banka dæmið. Já, þetta þannig hegðun af því að tippi, þetta getur verið glórius hlutur. Já, ég sammála. Ég get séð það, ég meina. Þetta fyrir mér þetta svo verðlaunagripur. En svo geta þau náttúrulega líka verið alveg. Já, þetta bara frávik eins og hér og þar. Algjörlega, en bara þegar þetta gengur upp dæmið, þá þetta bara. Allt upp á 10, þá þetta svo verðlaunagripur. Algjörlega. Þannig að ég skil ekki þessar dömur sem eru eitthvað á móti þessu. Nei, þetta við erum kannski búin að koma sér þetta þarna breytingarskeið í beint í strákaklippingu og lessuna. Já, algjörlega, sko, en sko að senda, sko, tippamynd, sko, gælur fíla meira hef ég tekið eftir. Bara svona framhandleggsæðar, sumar. Já, einmitt. Eða þarna línuna svona. Línuna sem vaffið á milli, já, hún ekki ömurleg. Á tippinu hérna, skilur sem kemur ofan tippi. Já, sem kemur ofan tippi, já. Vafflínan, það elska þannig. Víðlín, nei, þetta hétt eitthvað svona. Það hétt eitthvað, já. Þetta hétt eitthvað, já. En þá eru gælur kannski meira þar, en vilja kannski ekki sjá sjálft tippið. Einmitt. Það vilja bara föndra við. Það vilja bara sjá einhverja steikta hluta á líkamannum. Og það nóg fyrir marga stelpur, sko. Já. En ég segi bara áfram tippi. Já. Við höldum áfram að tala fyrir höndsstelpna hér í þessu podcasti. Nema Arion banka. Og ég segi bara njótum vel. Já, ef við taka örlítla pásu og drífum okkur yfir í næsta hluta þáttarins. Sittasælir komnir aftur og við myndum allt í einu eftir skoðanakönnun sem við gerum á Instagram. Já, þegar við ætlum svo að vera með nýja skoðanakönnun. Já, en við skulum fyrst fara yfir gömlu. Við gerum skoðanakönnun í seinasta þætti sem sagt, menn að tefla á röntgen klukkan 1 miðjanótt og þarna var ég, þar senstu helgið eitthvað og klukkan var 1 cirka, örugglega jafnvel hálftíma og bara, bjór, fílingur, það var neðri hæðin á röntgen, það var ekki þetta, það var bara svona cozy röntgen, það var áður en að röntgen verður crazy. Já, var samt alveg smá crazy. Já, en aðalega dansskólinu, kannski uppi og svona, en allavega, við vorum að inn fyrir og þarna eru gaurar, þeir eru örugglega svona 8 í kringum borðið að fylgjast með 2 gaurum vera að tefla. Og þú sagði nei takk við þessari hegðun. Mér finnst þetta fáránleg hegðun. Já. Mér finnst það líka. Ég elska að tefla og ég er mjög mikið að tefla. Já. En gleymdu þessu, sko. Við nefndum, sko, 12 tónar væri flott svona. Já. Jafnvel bingo. Jafnvel bingo. Bingo. Það er svona að spila svolítið. Já. Já, svona sem að býður upp að svona spila stemningu. Já, en á röntgen, menn eru bara að reyna að fá á hann eitthvað, 1-2 nótt á röntgen. Já, það er bara einhver, fráskilin fasteignarsali sem langar að fara að rimma dömu. Já, sem bara, fyrst. Og þá er bara heilt borð tekið fyrir eitthvað umleittskák. Við gerðum skoðanakönnun á Instagram og það var mjög góð þáttaka. En ég var bara að tjekka á niðurstöðunum bara núna og þetta kom mér óvart. 50% sögðu nei. Og 50? Já. 50-50. Ég held þetta að vera algjörlega 100. Ég held einhvern veginn að okkar fólk væri meira á... Þetta er náttúrulega magnað. En sko, ok, eins og ég segi, sko, þú veist, þetta eru alveg hátt upp í... Já, þetta er bara mjög góð þáttaka. Já. Og 50-50, sko, tilviljunin að hún hafi klárast þannig er alveg magnað. Og ég er eiginlega í sjokki yfir því hvað margir sögðu þetta væri í lagi. Ég er í sjokk. Já, þegar mér finnst þetta ekki í lagi. En... Ég sé hérna hver kaus hvað og ég get alveg nefnt sagt, sko. Komdu með einn eða 2. Já, ég segi einn. Við eigum hérna vinkonum þáttarins sem heitir Sandra. Ég skal ekki nefna meir það. Já, hún sagði nei. Ég hef hitt Söndru. Já. Og ég veit að henni finnst þetta ekki í lagi. Og stig á hana. Já, sem svo kom með eitt sem að segja nei. Við erum hérna með Daniel Oddsson Barþjón. Veistu hvað það er? Honum finnst þetta í lagi. Hann er Daisy og svona. Hann
Hann sagði já. Já, ég sé það einhvern veginn fyrir mér. Að honum ólöstuðum. Ég verð að segja að niðurstöðunar, ef ég sé hver kaus hvað, það kemur ekki óvart. Þú sér alveg hvaða típa er sem að... Já, maður sér típuna og ég ætla ekki að fara nánar út í það. Bara út af... Þetta er kannski típan sem er einhvern veginn í rólegri kantinum og já. Olgeir fyrrverandi hjá Olgeirinni sagði já, það er magna. Ok, nú skulum við hætta að neyma. Lilja Björk. Já, hún sagði hún já? Já. Kona sem nefnum ekki nafn á Æris? Já, kona sem nefnum ekki nafn á Æris. Sagði hún já? Já. Auðvitað. Lilja, nei, þarna kemur á óvart. Þetta kemur á óvart. Við þurfum að heyri henni. Þetta er ekki lagi. Sko. Nei, þetta er ekki lagi. Þarna þurfum við að ræða við komum til að hætta að neyma. En hún líka vinnur á bar og ég meina, getur hún... Já, en ég meina, hún samt vinnur á bar sem er í lagi verið pílu og allir fram til öllu. Já, en... En pílu og skák, sammála. Ekki saman. Að tefla út í hotni... Við slúið gefum okkur það að konan sem við nefnum ekki nafn Æris, að hún hafi ruglast á, þú veist. Já, rekist í óvart. Við skulum komast á því fyrir næsta. Þannig að þegar hún líka kepla eitthvað svona, maður haldi að þetta var ekki í lagi. Já, fólk veitur og það er bara eitthvað pattís að skjá skák eftir miðnætti. Kemur óvart til fólk að það myndi vita hvað skák er. Já, svo er það. En við ætlum að vera með nýja skoðanakönnun. Okkar menn í Keflavík, okkar fólk. Já, ég elska Keflavík, sko. Don't get me wrong. Ég líka. En ekki mikið skákfólk. Ég smáis kortir ég er til í þetta. Ætlar að flytja? Nei. Þetta var svona í mómentinu. Já, en ég minna gaman að fara og ég var til að jamma oftar í Keflavík. Ég elska pattís, sko. Og svo getum við að fara... Svo er líka staðurinn sem heitir Ráin sem er búin að vera þarna síðan bara, þú veist, 1980. Já. Við hefur ekki breyst neitt. Það er ekta Keflavík. Alveg nættið rísastór. Já, þetta er gaman. Eigum við að láta listan okkar? Svona langa lista. Hringferð landið. Taka jamkvöld í Keflavík. Já. Á merktum bíl. Syndarsela bíl. En heyrðu, ný skoðanakönnun. Hvað, ætlum við bara að birta hana eða ætlum við að segja frá? Við skulum bara segja frá því og hún verður komin í story þegar að fólk er að hlusta á þetta og svo er hringa eftir á. Við ætlum að spyrja fólk hvort að þeim finnist í lagi að rimma eftir jam. Já, ég var að segja rimma eftir miðnætti. Eða bara eftir jam. Rimma eftir miðnætti. Já. Það verður að vera áfengi. Það verður að vera eftir jam. Já, rimma eftir jam. Rimma eftir jam. Já. Hvað þá að virkum? Það er red flag. Það er eldur. En samt svo ánægilegt flag. Ég meina ánægjan er hennar. Ánægjan er hennar, að vinna allir. Þannig að spurningin er á Instagram, finnst ykkur í lagi að rimma eftir jam. Já. Og við förum svo bara yfir niðurstöður í næsta. Já, við skulum mögulega, þar sem við erum ekki að ræða skák, þá er ekkert víst að við munum nafngreina fólk. Alls ekki. Mögulega. Við skulum ekki, það kýs enginn ef við nafngreinum. Við gefum fyrirvara. Við spyrjum fyrst hvort við megum nafngreina. Nei, við skulum, þetta verður nafnlendi í þessu og við sjáum hvað setur, hvort að hlustendur Syndarsela. Bara, já, gútt er þetta. Nákvæmlega. Það verður gaman að segja. Herru. Þú segir nei. Ég segi, eftir miðnætti. Já. Það fer allt saman eftir því hvað ástandi ég er. Ok, við skulum nefna, ég skal líka nefna í stóriðinu, að það er fyrsta Já, ég er í lagi að rimma eftir jam á fyrsta deiti. Já, þarna kom. Ég segi nei þar. Já, það segi ég nei. Ég veist það einhvern veginn, að þá ef einhver myndi draga niður um mig á fyrsta deiti og reyna að rimma mig, þá myndi ég sko snúa mér rakleis við. Já. Og horfið í komandi og segja á þú í kókaðin Já kókaðin lesta hegðun heimsins eða varst að koma af FM Belfast eða varst að koma úr konfetti orka og í konfetti orkan myndi líka alveg rimma ekki við sagðum konfetti orkan er hræðilega ég má taka smá pásu og koma okkur úr þessu konfetti orku það hefði verið 25% rimglatt fólk á FM allir rim eftir pari á hann Heyrðu, vikan mín var ekki ekki frásögu færandi rauninni. Nei. Ég bara fór til Eyja helgina. Það var kósí. Ég fór á Brothers Brewery. Já. Bara allt eins og að vera þar. Það er reynda regla. Ef þú næðir að splitta G þá færir næsta Guinness frían. Ég held að þessi regla sé alveg mörgum börjum. Sko. Ég náði því. Já. Ég tók 1 Guinness. Já.
og splittaði G fullkomlega og fekk næsta. Vá, ég náði líka daginn í Chicago. Og fekkstu frían? Nei, ég bara... Það ætti að vera í lögum. Já. Það gerði helgina mína. Svo bara heim og hambúrgarinn í Herjólfi. Alltaf góður, geggjaður. Mér finnst þannig í alvörinni geðveik. Það færði líka álpappirinn og þú fær allt með. Góða franskar, koktelsósa. Þetta eru franskar sem eru sko með svona smá olíu, sko, kemur smá olía með í kjaftin. Á góðan hátt. Á góðan hátt. Teknilega sé ekki góðan hátt, en einhvern veginn góðan hátt. Þannig að ekkert mikið að gera sem mér, en ég fór reyndar á eitt stað vikuna áður sem heitir Forsetin. Já, Rónastæðurinn á... Þetta er svona úti, sko, þegar ég býnir í bæ og ég alltaf að labba Laugaveginn, þá ég skanna bæinn í leiðinni og ég veit hver einasti staður er og svona, en svo fer maður ekkert inn á þetta. Nei. Ég hef aldrei farið á Old Iceland. Ég farið þangað. Hvernig var það? Ég fór að einhvern tíma með einhverju vinnum mínum á einhverju fyllir og þannig að ég fengum einhverju gin og tónik og kjötsúpu eða eitthvað. Það var bara fínt, það voru ferðamenn þarna í... Já. Bara góð kjötsúpa. Eitthvað sem við erum náttúrulega vöna að borða bara heima hjá ömmu eða eitthvað, skilur. Já, skrítið að panta það á stað. Stemmari fyrir fólki að... Já, túristina. Forsetin, ég hef labbað miljósunum fram þar og við hugsaði hvernig... Ég hef nefnilega gert það líka, sko. Og, sorry, ég ætla bara samt að grípa og segja bara að sko, ég hef labbað það fram hjá 1000 sinnum. Og ég hef aldrei fengið í mér eitthvað, ég hef ná áhuga að kíkja hérna inn. Ég hef alltaf hort á fólki sem er að inni og annarkvort þetta eru svona daburlegir Bretar, Írar eða Skotar á ferðalagi hérna eða svona daburlegir Íslendingar. Þannig að ég var ekki kalla á mig að fara en þú fórst inn. Ég er bara svo forvitin sko, og ég hugsaði bara nú fer ég hérna inn og ég panta eitthvað, ég sé eitthvað menju og ég panta eitthvað að borða það? Ég fekk mér croque monsieur. Já, það er búið það. Já. Okay. Og það var ekki sé það. En það var svona mjög sveitt og það var alveg tómur staðurinn, þetta var allt mjög áhugavert. Ég ætla ekki aftur, við höfum sagt það, en ég veit það ekki, þú veist, þetta var bara svona, það var eiginlega bara umljúst. Ég nenni ekki. Nei, það er eiginlega ekki, það er dapurlistemni. Já, og svo fór ég náttúrulega bara beint yfir á Swirl and Roll, hérna á móti. Swirl and Roll, já. Desertstaðin mikla. En svo... Sem held ég eitt versta nafn á stað í Íslandi. Mögulega. Swirl and Roll. Og þegar þú skrifar sushi inn í Google Maps þá kemur þessi staður upp eins þeir selja sushi. En svo fór ég eitt stað. Svo er það bara ítalst krep. Já, ég veit ekki. Krep, já. Veistu hvað Dímon 11 er? Býttu nú við. Nei. Þetta er staðurinn sem er kominn þar sem að Ítalía var. Heyrðu, það er rétt. Símon okkar hérna var að segja mig frá hann. Símon Dímon. Nei, ég hef ekki talað förum að sé gegnum það. Já, sko, nei, ég hef ekki farað inn og veistu af hverju, ég ætla ekki að farað inn og mun ekki farað inn. Hvað er með það? Ég er vegna þess að þarna lendi í sumar og Mæja okkar, vinkur okkar líka hefur lendi í, að hér er verið að veiða fólk inn. Nei. Mæja lendi í þessu, sagði mig frá því, hvað gerist, nokkrum dögum setna er ég að labba í Splíðunni Reykjavík, það var bara einhver íslensk kona sem bara, þú veist, verður ekki íslenskari og einhver íslenskur herramaður líka sem verður ekki íslenskari og veist alveg hvernig íslensk, svona frekjuleg. Já, þetta er bara svona fólki sem maður sér í útlöndum og veit að séu Íslendingar. Já, en þú fattar það svona frekjulegi Íslendingur. Já. Sem lítur út sem er svona frekt andlit. Með svínanefið þarna. Já, Siggi Lauf, hann er með smá svona þannig andlit. Á honum Ólustöðum, sko. Svo spot on. Já. Þú veist, hann er með svona ekta íslenskt andlit. Það var of spot on hjá þér. Já. En þú veist, bara á honum Ólustöðum, fattur þið? Já, þetta er bara íslenskt lúk. Já, þetta er bara íslenskt lúk. Og þarna eru svona íslenskt lúk að reyna að veiða mig inn eins og ég sé á Tenerife. Hello. Vil ég Íslendingar? Já. Komdu inn, Svenni. Já, þú veist bara, halló, hæ, eru rosa góðið pasta? Ég bara, og ég setti bara hljóðs að það var svona djöfull. Já. Það var bara, nei. Þannig að þanga, en þú fórst það inn. Og ég bara, það var engin að, það var engin að veiða inn. Nei, guð mig góður, sko, ég hef aldrei. Og hvernig var maturinn það? Heyrðu, þetta var nóg að 2 fyrir 1. Og það var, hvað fekk ég mér? Það var croque monsieur eða eitthvað og shit, þetta var, sko, þegar maður man ekki hvað maður pantaði. Byrði þessi croque monsieur á... Nei. Það finnst þér á forsetanum. Já, þegar maður man ekki hvað maður pantaði. Já, þá er þetta ekki... Þá bara getum við glimt þessu. En var ekki skrítið stemninga það líka? Steikaloka. Já. Allt í lagi. En það er eitthvað ítalsku þema, eða ekki? Jú, það ekki. Gott sem ekki, en pældi því, ég veit það ekki. Já, þetta er eitthvað rosa óljóst. Ok, það er eiginlega bara, það er gagnrýnin, eða þú veist, reviewið,
að ég fór á stað og ég man eiginlega ekki hvað ég pantaði og ég man ekki einu sinni hvernig staðurinn lítur út og ég man ekki hvort það hefur verið þemað eða ekki. Þá þetta eiginlega það er bara búið. Sko. Það er bara búið. En ég man, þetta var bara svona akkurat í minni. Svo fílaði heldur ekki nafnið. Ef það hefur verið verra, þá hefði ég munað. Ef það hefur verið betra, hefði ég munað. En þetta var bara akkurat. Dímon 11, ég veit ekki með nafnið heldur. Er þetta Laugavegur 11? Nei, þetta er Bankastræti. Þetta er Laugavegur. Þetta er Laugavegur. Gæti verið Laugavegur 11, en þú veist, Dímon 11, Já, ég veit ekki. Það var að útskýra það eins betur fyrir okkur. Og bara last Ég segi bara, ef að fólk ætlar að hanga utan Laugavegi og reyna að nappa fólk inn, eins og við séum á einhverjum skonar Mallorca atriði in the 80s, og þá vil ég bara, þú veist, lokkið minn með því að útskýra bara fyrir mér þessu nafni. Segi bara, góðan daginn, nú ætlum ég að útskýra fyrir af hverju þessi staður, þetta er Dímon 11. Já. Og það meikar engan senn. En ég verð að segja að last vikunar á mínum að þetta sé klárlega það að vera fyrir utan barinn sinn eða veitingastæðin að væla fólk inn. Já. Ef það er eitthvað sem ég hata í þessum heimi. Já, og ganga upp flöytandi upp stígan nema að konan sé að vinna í einhverju hagfræði eða greiningadeild. Og það sé búið að plana. Og þetta sé einu sinni viku kikið. Kynlífskvöldið. Og þið hlakki ótrúlega til. Já. Þannig það eru svona, já. Það eru svona ímiskonar. Það eru tvö. Við erum lofin okkar. Ég ætla bara að lofa New York að þessu sinni. Já. Bara fyrir að hafa trýtað mig vel. The City of New York. The City of New York. Wow. Það er bara, já. Já, við þurfum að senda það yfir, sko. Og þennan hópminn sem ég var í námunum. Já. Í flugfreyjuskólum. Gugguhópur. Já. Algjör gugguhópur. Því ekki snillingar. Það er fá lofið líka. Já. Þeir að vera bara finnar. Hamburgarinn í Herjólfi fær lof hjá mér, þú veist, og það er svona eiginlega einu sem ég át þessara vikuna, þannig séð, sko. Þú veist, annars er ég bara heima í þessum kulda og sorry, Svennin, ég keypti tölvuleik, sko. Já, það er alltaf leið, nú er bara komið þannig. Ég er bara í, þú veist, atvinnuleysinu að spila tölvuleik heima. En mér finnst það bara flott líka og ég hlakka til þú að fara atvinnu, hlakka til þú að heyri í mér. Og ég segi ykkur, í næsta þætti, þá veit ég mögulega hvað er framöndan hjá mér. Já, ekki það einhverjum sé sama. Það var kannski fá okkur smá bjór og eitthvað. Heyrðu, og nei, býtu, anskotin. Sko, ég er að tjekka, eftir ég fæ útborgað frá fyrirrandi vinnustað. Er það síðasta útborgun? Þá er það síðasta útborgunin. Okay. Og það verður þar næsta þætti. Já. En allt í lagi að nefna það, af því að þá þori ég alveg að nefna hluti. Þá ætlum að fara að ræða þó að mannustjórinn hafi mælt gegn því. Ég vil til dæmis taka fram að ég er ekki hjá Sín lengur. Ég var að skipta yfir í Síman á hann. Já. Og ég er mjög fein. Ég hugsi ég muni aldrei vesla við Sín aftur. Minn maður, en það Tryggur vinur. Tryggur vinur þinn og Tryggur vinur minn. Og Tryggur vinur vinna þina. Ég er búin að spá í hringdu. Ég veit það ekki. Já, við sjáum ég ætla að láta ykkur vita. Villi net og eitthvað auðlýsingun, eitthvað hæ og svona low budget auðlýsing. Við ætlum að þakka líka hljóðfarahúsinu fyrir bara að afgráða okkur vel í dag. Heyrðu, Svenni tækni hérna bara Wizard. Hann átti að þurfti að kaupa einn mic fyrir þáttinn. Já, keypti vitlausan mic. Keypti sko snarvitlaus. Þrátt fyrir að þú hefur ítrekað sendt mér hvers konar mic ég átti að kaupa. Ég sko, og á síðunni sem ég sendi hefur ég getað sko bara add to cart. Já, einmitt, bara ég ákvað að fara í manual alveg sjálfur og klúðraði þessu alveg. Konstanta með vitlausan mic. Þannig að við brunum hljóðfrúsið og eins og svo ofta aður þá hjálpuðu þeir. Þvílíkir snillingar maður, fljót, bara tók á mót okkur, björgu okkur og hér erum við. Í þessari ágættu hljóðmynd. Já, og hérna ég ætla bara að takka, mér finnst umræðan góð, þetta er skilnaðarorka, þetta er skilnaður og skilnaðarorka líka. Þetta er rimorkan og þetta er konfettiorkan. Já, þetta er í rauninni, þetta er þema þáttarins í dag. Eiginlega bara óvart. Sko. Þannig að ég bara hlakka til að bara heyra hvað ykkur finnst. ég held að sko. Hvað framvöndin hefur? Vonandi fleiri skilnaðarsögur gegnum vini mína. Ég nýkom frá Boston þegar við. Já, einast þetta. Ég verð það er 2 vikur í Airwaves. Já. Þannig að bara einhver undirbúningur. Ég verð bara eitthvað að æfa og ég fyrir á Totmobil á laugardaginn. Já, það er orka sem að geta verið góð. Ég mun klárlega að fara með mín greiningar. Já, það er að greina það. Hvar er þið í höllinu? Ég maður ekki, örugglega Hörpunni. Ég mun klárlega meta þá stemmingu og koma með í næsta þætti. Já, það, ég hugsa að það sé gaman fyrir okkur að meta alltaf hvernig. Við erum búin að meta hvernig Skálmaldastemningin er, við erum búin að meta hvernig Guðskus er, FM Belfast, næst er á Totmobil. Já. Og við sjáum svo vil ég að fara yfir sinfoníustemninguna. Það er sveitt stemming. En heyrðu, ef ekki bara að... Jú, ljúkum þessu. Ég ætla bara að koma mér einhvers konar hreyfingu.
kokteil, drikkur vikuna var þessi Sweet and Dirty Martini. Sweet and Dirty Martini. Já. Og hann fær lof. Hann fær eiginlega bara 10 hjá mér. Já, pantið þetta næst. Já. Erum við bless ykkur? Þú gefur mér á viður. Sjáumst.